stað ef þú gekkst í átt mér að því þú kannt að þennan leik en við þig varð ekki smeyk svo ég leiddi hendina út á bar á nýjan leik þú sagðir ó elskan og dagar auða ári hafðir yfir handina í þessu ástarfári veit ég týni sjálfur mér þegar hugan leiða þér og ég velti fyrir mér hvers vegna þú vekur hjá mér þrá kveiki von í minni tæru sál stefið sem nú ómar inn í mér fann mig til að spá fann mig hjá þér í húmi nætur og ég velti fyrir mér hvers vegna þú grætur er það fortíða þráin jafnvel eftir sjáin og ég sem trúði því að þú yrðir heilla mín orð þín þau valda efa er ég átta mig loks á ég hef svo miklu meira að gefa getur þurrkað tárin segir bless við árin og ég velti fyrir mér hvers vegna þú vekur hjá mér þrá kveiki von í minni tæru sál stefið sem nú ómar inn í mér fann mig til að spá hvort ég muni vekja hjá þér þrá kveikja von í þinni veiku sál stefið sem nú ómar inn í þér sé loks mitt virði Þú vekur hjá mér þrá Þú vekur hjá mér þrá kveiki von í minni tæru sál stefið sem nú ómar inn í mér fann mig til að spá hvers vegna þú vekur hjá mér þrá kveiki von í minni tæru sál stefið sem nú ómar inn í mér fann mig til að spá hvers vegna þú vekur hjá mér þrá
Við sjáum til. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, atvinnuvegaráðherra Hanna Katrín Friðriksson og menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra Logi Einarsson sem er á leiðinni en við ávarpum hann samt. Sem heiðrar okkur með nærveru sinni þar sem hann hefur meðal annars fjölmiðlamálin á sinni könnu. Ágætu alþingismenn, kæru búnaðarþingsmenn og aðrir góðir gestir. Ég gerði það sérstöku umtalsefni bæði í aðdraganda formannskosninganna fyrir rúmu ári síðan og einnig eftir að ég tók við þessu stóra hlutverki, að ég myndi gera allt sem í mínu valdi stæði til þess að ganga frá nýjum búvörusamningum áður en hinir eldri rynnu út. Það er kannski ekki mjög íslenskt, en ég er samt ennþá vongóður að það geti tekist. Meira að segja þó að ný ríkisstjórn hafi óvænt tekið við keflinu á dimmasta degi ársins þann 21. desember síðastliðinn. Nýi atvinnuvegaráðherrann, Hanna Katrín Friðriksson, hefur reyndar fengið oftar en einu sinni að heyra þessar vonir mínar snembærar samningaviðræður. Og ráðherrann á eflaust eftir að heyra þann söng oftar þegar við leggjum í næsta mánuði saman í leiðangur hringinn í kringum landið og hittum bændur að máli. Ég er Hönnu Katrínu ákaflega þakklátur fyrir að leggja með mér upp í þá för og er sannfærður að fundirnir verða bæði fjölmennir og málefnalegir. Ég geri málefnalega þáttina sérstöku umtalsefni vegna þess hve algengt það er að þeir sem vilja tala landbúnaðinn niður og að því virðist stundum en samt vonandi óaðvitandi jafnvel koma honum hægt og rólega fyrir kattarnef, láti sig aðalatriðin litlu varða. Að minnsta kosti er á stundum gripið til upphrópana og orðræðu sem ég leyfi mér að kalla blekkingar og þær eru því miður til þess fallnar að valda svo kallaðri upplýsingaóreiðu. Við bændur höfum engan áhuga á að taka þátt í þeim leik. Við kunnum það kannski ekki heldur. En vonandi er að atvinnuvegaráðherrann verði margs vísari á bændafundunum framundan og sannfærist að minnsta kosti að málflutningur okkar sé bæði ærlegur og sanngjarn. Verandi bjartsýnismaður að eðlisfari á ég enga von á öðru en að sami heiðarleiki og fagmennska muni að báða bóa einkenna samtal okkar við ráðherrann. Samstarfsfólk hans í ráðuneytinu, stjórnvöld og embættismenn þeirra fjölmörgu stofnana sem muni tengjast búvörusamningunum. Við erum nefnilega öll í sama liðinu. Jafnvel þegar tekið til máls og opinberu vettvangi og sett í okkur hornin finnst mér ég alltaf finna það að enginn vilji í raun án okkar vera. Það er væntanlega vegna þess að þegar grannt er skoðað getur enginn án okkar verið. Og ég er svo jákvæður að ég vil trúa því að það vilji það enginn heldur. Þess vegna er svo spennandi að fara á rúndinn með ráðherranum í næsta mánuði og vonandi bæði sjá og finna hvort og hvernig hann hrífst með. Íslenskir bændur eiga það sameiginlegt með kollegum sínum allan heim, alveg sama hvaða forskot þeir hafa varðandi veðurfar, gróðurskilyrði, nálægð við stór markaðssvæði og fleira, að landbúnaður stendur aldrei undir sér án hjálpar. Þetta var ekki pantað atriði, en takk fyrir Magnús Hlynur. Hvert var ég kominn? Óháð hnattrænni staðsetningu. Allur landbúnaður eða minnstakosti langstærstu hluti hans er ríkisstyrktur með einum eða öðrum hætti. Það geta verið beinir styrkir eða óbeinir í formi tollverndar eða niðurgreiðslu neytendaverðs. Styrkirnir geta verið allir eða einungis að hluta til uppi á borðum eða í meira og minna allir í felulitum. Á Íslandi erum við auðvitað til fyrirmyndar þessu sviði eins og flestum öðrum sem snerta landbúnaðinn. Stuðningurinn sem þessi frumframleiðsla matvæla nýtur er allur sýnilegur og sem betur fer skynja bændur það mjög sterkt
að íslenskur almenningur stendur heilshugar að baki honum. Ég held að sá stuðningur eigi sér fleiri rætur en þær einar að þjóðin vilji góðan og hollan mat. Ég ætla að nefna 2 af þeim augljósu. Í fyrsta lagi vill hún, og það er auðvelt að skilja, fá ofan í sig og á sama hvað tautar og raular. Hún vill afdráttarlaust fæðu öryggi. Sem sagt fullan aðgang að hollum mat alla daga ársins. Engin leið er öruggari í þeim efnum en að þjóðin framleiði sinn eigin mat, sé eins sjálfbær og frekast er unnt og auðvitað stendur íslenski uppruninn fyrir annáluðum gæðum og hollustu í leiðinni. Í öðru lagi þykir landsmönnum öllum vænt sveitina. Við viljum sjá hvítu veggina og rauðu þökin með reglulegu millibili þegar ekið landið, en fyrst og fremst viljum við væntanlega sjá þar líf. Búpeningabeit, fólk að störfum, dráttarvélar á túnunum og geltandi hunda í vegkantinum. Flest okkar eru jafnvel til í þannig angan í lofti á vorin að enda þótt við fitjum upp á trínið viljum við innst inni skynja umhverfisvænu búskaparhættina á endurnýjunarferli náttúrunnar. Og svo dýpkar sem betur fer á því skilningur með hverjum deginu sem líður að landbúnaðurinn skilar samfélaginu miklum tekjum. Hann er gjöful en ekki íþyngjandi, undirstöðu atvinnugrein í landinu, skapar fjölmörgum bændum vinnu, býr til ennþá fleiri afleidd störf, borgar skatta og gjöld af umtalsverðum kostnaði við nauðsynleg mannvirki, tækjabúnað og aðföng, er með beinum og óbeinum hætti hornsteinn hinnar ábatasömu ferðaþjónustu í landinu og áfram mætti lengi telja. Það eru einföld sannindi að þjóðin getur ekki án landbúnaðar verið. Það er jafn einföld staðreynd að atvinnugreinin fær aldrei þrifist án þess að hana sé slegin skjaldborg og undir hana sett þétt riðið öryggisnet. Þetta eru eins og ég nefndi áðan langt í frá sér íslenskar aðstæður. Með örfáum undantekningum, sem væntanlega má telja á fingrum annarar handar frekar en beggja, vilja þjóðir heims hver fyrir sig hafa sinn eigin landbúnað, rétt eins og við hér á Íslandi. Samnefnari þess eindregna vilja þjóðana er auðvitað og fyrir okkur bændurna kannski því miður, ekki fyrst og fremst ást fólksins á bændum sínum, heldur verðmætin sem í því eru fólkin að hafa sem þjóð vald á sinni eigin matvælaframleiðslu. Ástæðan er sem sagt ekki stuðningur við sérhagsmuni fárra bænda og ennþá síður örfárra kaupsýslumanna, heldur almannahagsmunir heilu þjóðana. Sérhagsmunir eða almannahagsmunir? Enginn kann muninn af þessu tvennu betur en einmitt flokkur atvinnuvegaráðherrans. Það eitt og sér eykur mér bjartsýni á að núverandi stjórnvöld með ráðherramálaflokksins í broddi fylkingar láti upphrópanir umræðunnar ekki blekkja sig heldur haldi sjónum á aðalatriðunum og taki varðstöðu sína landbúnaðinn föstum tökum. Kannski má segja að kjarninn í þeirri varðstöðu sé einfaldlega sá að ungt fólk geti hafið búskap. Sú gata verður nefnilega aldrei greið nema rekstrarumhverfið í heild sinni sé þess eðlis að afkoma sé viðunandi og lífið í sveitum landsins sæmilega hnarreist, ekki bara fyrir fullorðið fólk, heldur líka börnin. Ég gerði aðstæður unga fólksins og nýliðun í landbúnaðinu með umtalsefni í svokölluðum formannspistli sem Bændablaðið birti í morgun. Við komum betur að Bændablaðinu og stórkostlegum árangri þess hér á eftir, en af því að ég er samt ekki viss að forseti Íslands ásamt viðstöddum ráðherrum og fleirum hér inni lesi pislana mína þar reglulega, leyfi ég mér að nefna hér hluta úr þessum skrifum. En vonandi tekst okkur að lenda nýjum búvörusamningum á þann veg að ungt fólk líti á ævistarfi landbúnaði sem álíka öruggan og sjálfsagðan valkost og til dæmis starfi sjómennsku, ferðaþjónustu, kennslu, hjúkrun eða hvað annað sem heillar. Og öll áttum við okkur væntanlega á því hvað við eigum langt í land í þessum efnum. Nýliðun í bændastéttinni verður í dag fyrst og fremst með því að börn taka við búi foreldra sinna með þeirra hjálp og jafnvel systkina sinna
Einstaka ofurhugar leggja reyndar líka í óvissuferðina og kannski nokkrir þokkalega velstæðir sérvitringar á stangli. Allt á þetta fólk það sameiginlegt að þrá frelsið og fjallaloftið, snertinguna við lífríki náttúrunnar, tengslin við frumframleiðslu matvælana og margt fleira. Ég ímynda mér að í flestum blundi líka þrá eftir því að leggja sitt af mörkum til samfélagsins og meira að segja í leiðinni mat á diska landsmanna, helst eins og þeir geti í sér látið. En það er því miður hægara að tala en í að komast þegar vonirnar snúast landbúnað og bústörfin frekar en aðrar og aðgengilegri atvinnugreinar. Þeim nöturlega veruleika ungs fólks með stóra drauma þarf að breyta. Búvörusamningar eru í orðanna hljóðan kannski svolítið ópersónulegt og kerfislegt fyrirbæri, en það eru samt einmitt þeir sem geta ráðið svo miklu hvort draumar unga fólksins sem þráir sveitina fái ræst. Ég eggjaði líka búnaðarþingi til dáða og léti ljós vonum að það gæti orðið dýrmæt herhvöt fyrir framvarðasveitina sem vonandi fær fljótlega að setjast niður með fulltrúum stjórnvalda við undirbúning nýrra búvörusamninga. Þær viðræður þurfa að hefjast strax og ef vel á að vera þurfa þær að klárast á þessu ári en ekki því næsta. Sér íslenska hugafarið að byrja ekki að tala saman fyrir en eftir að samningar renna út langt í frá boðlegt þegar afkoma undirstöðu atvinnuvegar þjóðarinnar annars vegar. Í mínum huga má nýr búvörusamningur ekki verða enn eina ferðina bara einn af þessum samningum sem tekur við af þeim eldri með einhverjum áframhaldandi bútasaumi og lagfæringum á stöku stað. Ég óska mér þess heitast að ný stjórnvöld, þessi nýja ríkisstjórn, þriggja valkyrja með 3 nýja og öfluga flokka á bakvið sig við stjórnvölinn beri gæfu til þess að marka ákveðin þáttaskil í sögu íslensk landbúnaðar. Með því að koma undir hann þannig fótum til langra framtíðar að ungt fólk laðist að honum og leggi í hann. Mér finnst það nánast geta flokkast undir forréttindi að vera í þessari stöðu stjórnarflokkana. Að geta tekið af skarið þegar græn ljós bjartara framtíðar landbúnaðarins loga nánast á hverju götu horni. Og auðvitað yrði það svolítið sérstakt svona sögulega séð ef einmitt þessi kaflaskil yrði þegar að hvorugur gömlu stjórnarflokkana á vaktinni ef svo má orði komast. Í aðdraganda síðustu alþingiskosninga lögðum við mikla áherslu á að upplýsa frambjóðendur. Bæði úr röðum þáverandi þingmanna og frambjóðenda úr öllum áttum land allt, aðalatriðin í baráttumálum bænda og stöðuna í íslensku landbúnaði. Í sérstakri auglýsingu og afhendingu á fundum okkar höfðum við kokkað þessi aðalatriði niður í 11 þætti og mér langar hér í lokin að rifja þau upp í örstuttu máli. Við nefndum í fyrsta lagi að auðvitað snerust grundvallaratriðin afkomu okkar og öryggi í rekstrarumhverfinu. Í öðru lagi var fjallað nauðsyn nýliðunar og kynslóðaskipta. Ungu fólki hrisi hugur við þeim miklu fjárfestingu sem fylgdu kaupum eða stofnun á fyrsta flokks búrekstri. Það væri áhyggjuefni vegna þess að bændur eldast eins og annað fólk en eiga við þessar aðstæður erfitt með að bregða búi. Við fjölluðum rekstrarumhverfi bænda, fögnuðum þeim ríku kröfum sem gerðar eru til búreksturs og matvælaframleiðslu hans á Íslandi en settum það í samhengi við mikla fjárfestingaþörf og aukinn kostnað í framleiðslunni. Launin sem bændur greiddu sér mætti ekki vera afgangsstærð þegar búið væri að standa skil á öllum gjöldum en sú staðan víða á búinu. Við fórum líka inn á hlutverk landbúnaðarins í fæðuöryggi þjóðarinnar þegar stríðshörmungar í heiminum, faraldur kórónuveirunar, náttúruhamfarir, sýklalyfjaónæmi, búpenings víða heim og margt fleira ógnaði fæðuöryggi þjóða allan heim. Auðvitað nefndum við síðan kjölfestu framlag landbúnaðar til þjóðarframleiðslunnar. Landbúnaður einn af 4 undirstöðu atvinnuvegum þjóðarinnar. Og ekki var hægt að sleppa nauðsyn tollverndar til samræmis við nágranna þjóðir okkar. Það nefnilega svo eins og ég nefndi áðan að engin landbúnaður, væntanlega hvergi í heiminum, fær þrifist án stuðnings frá samfélagi sínu.
Í 7. lið þessara aðalatriða nefndu við menntun og rannsóknir á sviði landbúnaðar. Þessar mundir opnast nánast eins og flóðgáttir nýjar hugmyndir spennandi leiðir í menntun og rannsóknarstörfum í landbúnaði. Við fjölluðum líka tækifærin í auknum kröfum vistvæna framleiðslu, gæði og hreinleika, enda þótt erfitt væri að sanna staðhæfinguna leyfðu Bændasamtök Íslands sér að halda því fram að gæði landbúnaðarframleiðslu væru hvergi meiri í heiminum en hér á landi, hvorki meira né minna. Í þessu kynningarefni fyrir þingmenn og frambjóðendur var einnig fjallað upprunamerkingar og orðspor íslenskrar landbúnaðarframleiðslu. Ný tækni auðveldar okkur upprunamerkingar og nákvæmar upplýsingar í gegnum allt vinnsluferli afurðina. Innan tíðar verður væntanlega ekkert auðveldara en að upplýsa neytandann í Ástralíu í hvaða brekku í Borgarfirði lambið í verslunarkælinum úðaði sig grasi og berjum. Hvar því var slátrað og jafnvel hver á færibandinu snyrti lærið sem hann heldur á. Í 10. lagi nefndum við loftslagsvegvísi Bændasamtakanna. Við höfum síðustu misseri mótað okkur metnaðarfulla stefnu í loftslagsmálum og hana kynntum við meðal annars á öllum þessum fundum í aðdraganda kosninganna. Markmiðin eru háleit. Við viljum og teljum okkur geta rekið loftslagsvænasta landbúnað í heimi. Og í 11. og síðasta lagi fjölluðum við samstarfsverkefnin með stjórnvöldum. Sum þeirra hef ég þegar gert að nokkur umtalsefni hér á undan en eitt af fleiri atriðum sem við nefndum og teljum að enga bið þyldi væri samtal stjórnvalda við bændur nýtingu þess víðfeðma land sem okkur treyst fyrir. Við getum ekki lengur látið reka á reiðanum hvað varðar stefnumörkun í landnýtingu okkar. Ágætu gestir. Eins og þið heyrið í mörg horn að líta hjá Bændasamtökunum rétt eins og ríkisstjórninni þessar mundir. Þess vegna svo spennandi að taka þátt í þessu búnaðarþingi og ræða svo margt í þaula sem á okkur brennur. Í þeirri umræðu duga engin vettlingatök, en við setjum okkur samt í hátíðastellingar í framhaldi af setningaræðu minni þegar forseti Íslands ávarpar samkomuna í kjölfar þess atvinnuvegaráðherra sem jafnframt mun afhenda landbúnaðarverðlaunin. Eftir það munum við svo fagna 30 ára afmæli Bændablaðsins með hátíðlegum hætti og meðal annars þátttöku menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra. Velkomin. Vonandi munu sem flestir gesta okkar svo geta borðað með okkur, hádegisverða því loknu. Öllum þeim samt hér og nú þakkað kærlega fyrir komuna. Ég segi búnaðarþing 2025 sett og óska þingfulltrúum ánægjulegra og gagnlegra fundarstarfa. Mér það sönn ánægja og heiður að bjóða forseta Íslands, Höllu Tómasdóttur, að taka til máls. Góðan daginn og til hamingju með daginn og 30 ára afmæli Bændablaðsins. Ég segi nú stundum og vona aðrir fjölmiðlar séu ekki staddir hérna, þetta verður væntanlega haft eftir mann að þetta sé besti fjölmiðillinn sem eftir er. En þá að öðru. Kæru bændur, ráðherrar, þingmenn og aðrir gestir. Það er alveg einstök ánægja fyrir mig að fá að ávarpa ykkur hér við setningu búnaðarþings Bændasamtaka Íslands. Öflugri félagasamtök eru vandfundin og skýringuna er vafalítið að finna í fólkinu sem stendur að baki samtökunum hjá ykkur bændum. Hlutverk ykkar er áhrifamikið en ekki þrautalaust. Mitt fyrsta starf var í sveit, í Skagafirðinum. Ég var 7 ára fyrsta sumari sem ég dvaldi þar og í nokkur ár vann ég þar frá sauðburði og oft fram yfir réttir. Í sveitinni lærði ég margt sem ég bý enn að í dag. Margt það sem gerði mig að þeirri manneskju sem ég er. Líklega ber þar helst að nefna vinnusemi og velvild í garð dýra og náttúrunnar. Og ég vona ég hljóma ekki eins og aldagömmul kona þegar ég segi ykkur að þar lærði ég ekki bara að mjólka kýr, ría kindur og raka í garða, heldur líka að strokka smjör, búa til skyr
og gefa hænsnunum alla matarafganga. Engu var sóað, allt var nýtt. Unnið var frá morgni til kvölds. Sumarfrí var ekki sjálfgefið og sjaldan tekið. Takk fyrir. Ég veit að margt hefur breyst frá því ég var í sveit og ég held því ekki fram að þessi sumur mín gefi mér endilega mikið innsæi í ykkar störf í dag. Né skil ég fyllilega allar þær áskoranir sem þið takist á við í sífellt flóknara samhengi, bæði hér heima og að heiman. En þessi lífs- og starfsreynsla gaf mér ástríðu fyrir landinu okkar og öllu því sem það gefur af sér og einnig fyrir þeim sem það rækta af vinnusemi og alúð. Landbúnaður grunnstoð allra samfélaga og hluti af sjálfstæði og ímynd hverrar þjóðar. Það skiptir máli að landið sé í blómlegri byggð, fyrir okkur sjálf og sannarlega líka fyrir alla þá sem heimsækja okkur og standa nú undir drjúgum hluta gjaldeyristekna okkar og í mörgum tilfellum undir umtalsverðum tekjum bænda sem hafa í vaxandi mæli bætt ferðaþjónustu við sinn búskap. En undanfarin misseri hafa óveðurský hrannast upp allt í kring og víða viðsjár að finna. Má þar nefna loftslagsbreytingar sem þegar hafa verið nefndar af formanni samtakanna, heimsfaraldra, átök og ófrið af ýmsum toga. Allt þetta að ógna öryggi okkar smáu en knáu þjóðar og nú svo komið að flest ræðu við varnar- og öryggismál yfir morgun kaffibollanum. Það afar mikilvægt að við látum ekki hræðslu og ótta ná tökum á okkur. Við og eigum áfram að vera herlaus og friðsæl þjóð. En við megum ekki sofna á verðinum. Við þurfum að huga að vörnum og öryggi landsins með víðri linsu. Þar má matarkista landsins ekki gleymast. Matvæla- og fæðuöryggi hefur lengi verið rætt, en sú umræða augljóslega orðin brýnni nú en nokkru sinni áður. Bændur gegna þannig óbeint lykilhlutverki í vörnum landsins. Sérstaklega getur reynt á slíkt á tímum þegar aðgengi að fæðu getur orðið takmarkað fyrir tilstuðlan örra og óvæntra sviptinga á alþjóðavettvangi, sem og vegna loftslagsbreytinga, stríðsátaka og heimsfaraldra og annarra óvæntra ógna sem eiginlega bara orðið normið í dag, að óvæntar ógnir komi hver á fætur annari. Allt getur þetta gert það að verkum að flutningar á vörum og alþjóðleg viðskipti yfir höfuð sem við höfum lengi getað treyst á verða nú ótrygg. Öflug matvælaframleiðsla allt land því ekki bara æskileg, heldur líka nauðsynleg. Það mikilvægt að bændur sameinist notkun aðferða sem stuðla að hagnýtingu auðlinda til að viðhalda framleiðslunni á sjálfbæran máta, svo íslenska þjóðin hafi aðgang að nauðsynlegum fæðutegundum á þessum umbrotatímum sem og til framtíðar litið. Samfélagsleg samstaða þetta líka mikilvæg. Samfélagi getur og þarf að styðja bændur með því að kjósa í vaxandi mæli staðbundnar vörur og margt bendir til þess að nú þegar sæki íslenski neytendur í að kaupa íslenskt hráefni og vilji gjarnan þekkja vel til uppruna síns matar. Það spennandi þróun sem býr til fjölmörg tækifæri til nýsköpunar í landbúnaði og vonandi líka til nýliðunar. Þegar óvissa ríkir á alþjóðavettvangi getur framleiðsla afurða hér heima skipt sköpum fyrir okkur og það því afar mikilvægt að við stöndum saman sem ein þjóð og eitt samfélag og búum þannig hnútana að fæðu og matvælaöryggi sé tryggt. Íslenski bændur gegna einnig mikilvægu hlutverki í að stuðla að heilbrigði yfir höfuð og góðri lýðheilsu þjóðarinnar. Heilnæm matvæli eins og grænmeti, korn, mjólk, egg og kjöt ekki aðeins grunnur á hollu fæði, heldur viðhalda þau lýðheilsu þjóðarinnar. Eins og mörg ekki að vita eiginmaður minn, Björn Skúlason, Björn bóndi á Bessastöðum, höfum við ákveðið að kalla hann allavega hér í dag, heilsukokkur og hefur alla tíð haft ástríðu fyrir heilsusamlegum og virkum lífstíl. Þar mataræðið lykilþáttur og kannski helsti þátturinn að hans mati. Hann hefur ætíð lagt sig fram að bera á borð mat fyrir fjölskylduna sem að uppistöðu til heilnæmar og hreinar afurðir og allra helst af íslenskum uppruna. Og skiptir þá ekki máli hvort eldað hér heima eða að heiman.
Það kannski ekki rétt að viðurkenna það hér í margra vitna viðurvist, en þær eru orðnar ansi margar ferðatöskurnar sem við hjónin höfum fyllt af íslenskum lambalærum til að elda fyrir vini á erlendri grundu. Og viðtökurnar við íslenska lambinu þegar Björn bóndi eldar eru engu líkar. Í íslenskum landbúnaði mun vegna vel í framtíðinni takist bændum að halda í hreinleika og heilnæmi íslenskra afurða á lofti og sameinast, og við öll að sameinast þá sérstöðu sem það skapar, bæði hér heima og það sem við á til útflutnings. Þarna liggja stór tækifæri. Og til þess að tryggja framþróun og framleiðslu á heilnæmum búvörum þurfum við líka að tryggja nýliðun í greininni. Starfsumhverfið þarf að vera aðlaðandi fyrir ungt fólk sem getur komið með nýjar hugmyndir og nálgun í takt við tæknibreytingar og breytta neysluhegðun svo fátt eitt sé nefnt. Það er gaman að sjá hversu mikil gróska er í því ef dæma má það framboð sem má finna á fjölmörgum matarmörkuðum síðustu misserin. Það skiptir virkilega miklu máli að við gefum ungu fólki fyrirheit bjarta framtíð, hér á landi og allt land, og sýnum þeim að það sé þess virði að stunda landbúnaðarstörf. En við þurfum líka að tryggja að reynsla og þekking reyndra bænda týnist ekki á milli kynslóða. Landbúnaður er mikilvæg virðiskeðja þar sem fjölbreyttur hópur fólks gegnir mikilvægum hlutverkum. Þetta ferli nær allt frá frumframleiðandanum til starfsfólks ráðgjafaþjónustunnar til einstaklingsins sem sækir gripina og mjólkina til bænda og endar í sláturhúsum og hjá kjötiðnaðarmönnum. Og þá má ekki gleyma störfum skógarbænda á Íslandi sem eru sennilega ein besta birtingarmynd þess hugafars sem íslenskir bændur búa yfir, sem er hugsjón, framsýni og að leita sífellt nýrra lausna til að nýta kosti þess að stunda landbúnað á Íslandi. Bændur þekkja landið og sinna því. Þannig hafa bændur lyft grettistaki í landgræðslu og skógrækt sem næstu kynslóðir munu njóta. Bændur eru vörslumenn þessa lands og það býr enginn að betri þekkingu af því að lifa af landsins gæðum en einmitt þau ykkar sem starfið í landbúnaði. Fáir, ef einhverjir, lifa og hrærast jafnmikið í náttúrunni og bændur. Bændur þekkja sína staðhætti og geta oft spáð betur fyrir veður og jafnvel eldgos en til þess menntaðir fræðingar. Við sem þjóð eigum umtalsvert jarðnæði og eru svo lánsöm að búa í landi með auðlindir á borði hreint vatn og hreina orku. Þetta er grundvöllur heilnæmra landbúnaðarafurða og hefur þessi staða jafnframt afar jákvæð áhrif á umhverfi okkar og lýðheilsu. Kæru bændur og aðrir gestir, það er mér í senn mikill heiður og ánægja að fá að hitta ykkur hér í upphafi búnaðarþings, þar sem bændur koma saman til skrafs og ráðagerða og móta stefnu til framtíðar. Megi það samstarf milli bænda og stjórnvalda verða öllum til framdráttar. Mig langar að lokum að segja við ykkur sem starfið í landbúnaði, þið eruð mikilvægur hlekkur í samfélaginu og þjóðhagslega afar mikilvæg. Ástríða ykkar á starfinu skiptir máli og hefur bæði bein og óbein áhrif á líf fólks og líðan sem á öryggi þjóðarinnar. Þið megi vera stolt af þessu ábyrgða hlutverki og verið því ætíð minnug þess, sérstaklega þegar þið standið frammi fyrir áskorunum í búrekstri, að starf ykkar er ómetanlegt, bæði fyrir íslenska þjóð og fyrir íslenska náttúru. Og hvað eigum við sem er verðmætara nema þá fólkið sjálft, ykkur sem hér eruð. Með þessa brýningu í lokin vil ég óska ykkur velfarnaðar í ykkar mikilvægu störfum, landi og þjóð til heilla og ég þakka kærlega fyrir mig. Ég þakka forseta Íslands fyrir þetta skelega, snjalla og hvetjandi erindi. En þá er komið að mér að vera tækni snjall hérna, ætli ég geti ítt til hliðar. Sko, þetta gat ég. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, gjörðu svo vel.
Forseti Íslands, búnaðarþingsfulltrúar og aðrir gestir. Það er mér sönn ánægja að vera með ykkur hér í dag og fá að ávarpa búnaðarþing. Stefna ríkisstjórnarinnar er skýr. Áherslan er á að ýta undir vöxt og verðmætasköpun í landbúnaði. Á kjörtímabilinu verður gripið til aðgerða til að efla nýsköpun í landbúnaði, draga úr orkukostnaði garðyrkjubænda og auðvelda nýliðun og kynslóðaskipti. Við ætlum að breyta jarðalögum til að vinna gegn samþjöppun og stuðla að nýtingu á ræktarlandi til búrekstrar. Við munum áfram vinna að þeim grundvallar sjónarmiðum sem birtast í landbúnaðarstefnu fyrir Ísland til ársins 2040. Meginmarkmið stefnunar er að efla og styðja íslenskan landbúnað og styrkja stoðir hans til framtíðar með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Aðgerðaráætlun sem gildir til 5 ára var kynnt á síðasta ári og er unnið að aðgerðum samkvæmt henni. Meðal þess sem þar er tilgreint er bætt hagtölusöfnun, afkomuvöktun og bætt rekstrarráðgjöf, aukning rannsókna á sviði loftslagsmála og efling loftslagsráðgjafar og mótun og útfærsla stuðningskerfis landbúnaðarins til framtíðar. Þetta eru allt þættir sem eru mikilvægir fyrir starfsumhverfi landbúnaðarins. Eitt af stærstu verkefnunum framundan lýtur að stuðningskerfinu. Núgildandi búvörusamningar renna út í árslok 2026 og það er hafin vinna við mótun nýs stuðningskerfis fyrir landbúnað. Nýtt kerfi mun taka mið af þeirri landbúnaðarstefnu sem er í gildi með það fyrir augum að fjölga stoðum landbúnaðar á grunni sjálfbærrar nýtingar í þágu loftslagsmála, í þágu umhverfis- og náttúruverndar og í þágu fjölbreytni í ræktun. Það verður lögð áhersla á að styðja við fjölbreyttari framleiðslu og auka áherslu á jarðrækt og aðra landnýtingu, skógrækt, endurheimt vistkerfa, náttúruvernd og landvörslu. Þá þarf að huga sérstaklega að því að auðvelda kynslóðaskipti og nýliðun. Stuðningur við landbúnað á að skapa stöðugan og traustan grundvöll fyrir innlenda matvælaframleiðslu og fæðuöryggi þjóðar. Margvísleg gögn, skýrslur og samantektir liggja fyrir, en ég vil sérstaklega nefna skýrslu Landbúnaðarháskóla Íslands sem kom út fyrir ári síðan þar sem fjallað er stuðningskerfi íslensks landbúnaðar. Í skýrslunni er horft til þeirra markmiða sem hafa verið sett bæði í lögum og í nýlegra samþykktri landbúnaðarstefnu og gerð heildargreining á landbúnaðarframleiðslu á Íslandi og íslenska stuðningskerfinu. Einnig er þar að finna greinargóða lýsingu á stuðningskerfi landbúnaðar í þeim löndum sem eru samanburðarhæf við Ísland hvað varðar landfræði, loftslag og samsetningu landbúnaðarframleiðslu. Í skýrslunni eru dregnar fram ábendingar sem er gott að hafa til hliðsjónar í vinnunni við mótun nýs stuðningskerfis svo við lærum af reynslunni og lærum það besta af fyrirkomulagi annarra þjóða. Uppbygging beins stuðnings í núgildandi stuðningskerfi byggir á fyrirkomulagi sem var tekið upp í búvörusamningum árið 1985 og byggir á beinum greiðslum til bænda. Þetta kerfi er því orðið 40 ára gamalt nú í ár og reynslan af framkvæmd samningana hún hefur einfaldlega verið misjöfn. Markmiðin eru fjölþætt og þá má velta því upp hversu vel hefur tekið að ná þeim fram, meðal annars í ljósi þess að stjórnvöld hafa ítrekað gripið til sértækra aðgerða til að styðja við atvinnugreinana. Í hópi ráðuneytisstjóra sem var skipaður síðla árs árið 2023 vegna fjárhagsvanda bænda kom fram að núverandi stuðningskerfi er óskilvirkt með óskýr markmið og hvata sem er ekki í samræmi við áherslu stjórnvalda eða hagsmuni atvinnugreinarinnar í heild. Þá framkvæmdi Maskína nýlega spurningakönnun til að afla upplýsinga stöðu bænda og viðhorf þeirra til stuðningskerfis landbúnaðarins. Í þeirri könnun kom fram að meiri hluti bænda telur stuðningskerfi landbúnaðarins flókið. Aðeins 14% aðspurðra þótti það einfalt. 30% sögðu að kerfið þjónaði hagsmunum þeirra vel, en mat tæplega 23% aðspurðra svarenda var að kerfið þjónaði þeim illa. 43% telja kerfið þjónaði þeim í meðallagi vel. Og mig langar aðeins að fara hér yfir punkta með helstu niðurstöðum könnunarinnar sem voru þessi. Það er mikilvægt að bæta stuðningskerfið og einfalda, þar sem meiri hluti bænda telur það of flókið. Það er vaxandi þörf á rekstrarráðgjöf, sérstaklega fyrir bændur sem eiga fjárhagslegum erfiðleikum.
bændur hafa þegar gripið til aðgerða í loftslagsmálum sem orðin stór þáttur í búrekstri. Og þótt framtíð sé nokkur meðal bænda jafnframt stór hópur sem hefur áhyggjur af framtíð búrekstrarins. Og það ljóst að það þarf að skapa betri skilyrði fyrir sjálfbæran og hagkvæman landbúnað á Íslandi. Þessar niðurstöður eru mikilvægt innlegg í vinnuna sem framundan af því það mjög mikið sem liggur hér undir. Ágætu fundamenn, það eru sannarlega áskoranir í starfsumhverfi landbúnaðar og ýmis áföll hafa dunið á greininni á undanförnum árum. En tími áskorana líka tími tækifæra. Við þurfum að skapa betri ramma til að takast á við áföllin því það mikilvægt til framtíðar og það ætlum við okkur að gera. Þróun í loftslagsmálum gefur til dæmis til kynna að breytingar í veðurfari geta aukist og það líka umræðan á alþjóðavettvangi. Við þurfum því að huga að því hvernig við bætum viðnámsþolið og hvernig við aðlögum okkur að breyttum heimi. Til að skapa atvinnugreininni stöðuleika mikilvægt að forsendur nýs stuðningskerfis liggi tímanlega fyrir til að unnt sé að hefja innleiðinguna á því. Og við þurfum að þora að tala nýjar lausnir vegna breytinga í atvinnugreininu, hjá samfélaginu og hjá neytendum. Þannig að kerfið þjóni bændum og samfélaginu öllu. Það þarf að vanda til verka en við þurfum að vera óhrædd að ræða breytingar og nýja lausnir á meðan við fetum okkur áfram. Eins og Trausti kom hér inn á áðan, þá legg ég í næsta mánuði upp í ferð með bændasamtökunum og ég hlakka gríðarlega til að ferðast landið, fá tækifæri til þess og fá tækifæri til að hitta bændur, hitta ykkur og hlusta á ykkar hugmyndir og eiga gott samtal lausnir við þeim áskorunum sem landbúnaðurinn stendur frammi fyrir. Og það einlæg trú mín að það svoleiðis samtal sem leiðir okkur saman að bestu lausninni bæði í nútíð og til framtíðar. Svo óska ég ykkur að lokum skemmtilegs og árangursríks búnaðarþings. Takk fyrir. Já, kæra þakkir fyrir þetta, Hanna. Katrín, kannski við förum bara 2-3 ferðir. Ég held það bara. Já, sjá til. En þá komið að því að afhenda landbúnaðarverðlaunin og það Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ágæta þing. Landbúnaðarverðlaunin voru fyrst veitt árið 1997 og hafa verið veitt flest ár síðan, í alls 26 skipti. Fyrirkomulagið var þannig að í febrúar síðastliðnum var auglýst eftir tilnefningum bændabíli, önnur landbúnaðarfyrirtæki eða félög sem hafa verið talin á einhvern hátt til fyrirmyndar í íslenskum landbúnaði á nýliðu ári. Landbúnaðarverðlaunin árið 2025 hljóta hjónin á Brúnastöðum í Fljótum í Skagafirði, þau Stefanía Hjördís Leifsdóttir og Jóhannes Ríkharðsson. Þau hafa verið leiðandi í nýsköpun og sjálfbærni í íslenskum landbúnaði, auk þess að vera fyrirmynd fyrir aðra bændur og frumkvöðla. Brúnastaðir sameina hefðbundinn íslenskan búskap við nýsköpun, matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu á einstakan hátt. Á bílinu eru 800 vetrarfóðraðar ær og 80 geitur, auk allskyns annarra dýra, sem eru aðalpersónur húsdýragarðsins á bænum á sumrin. Bændurnir þar eru einnig sterkir þáttakendur í samfélagslegri ábyrgð og menntun, þar sem þau hafa meðal annars tekið á móti nemendum frá Landbúnaðarháskóla Grænlands og verið fósturforeldrar í 27 ár. Brúnastaðir hafa skapað sér sérstöðu á Íslandi með framleiðslu á geita- og sauðamjólkurvörum. Árið 2020 hófu þau handverksostagerð og urðu þar með fyrsta bílið á Íslandi til að framleiða eigin geitaost. Þessi nýsköpun hefur vakið athygli bæði innanlands og erlendis og þau voru meðal annars tilnefnd til Embla Nordic Food verðlaunanna árið 2022 fyrir framlag sitt til norrænnar matargerðar. Ostagerð Brúnastaða sker sig úr með áherslu á gæði, handverk og sjálfbærni, en öll framleiðsla þeirra unnin á bænum með áherslu á náttúrulegar aðferðir og lágmarksumhverfisáhrif.
Brúnastaðir leggja mikla áherslu á sjálfbæran búskap og umhverfisvernd. Þau hafa plantað yfir 70.000 trjám á 32 hektara svæði til að stuðla að bindingu kolefnis og bæta vistkerfi svæðisins. Þau hafa einnig verið þáttakendur í verkefninu loftslagsvænn landbúnaður. Brúnastaðabændur hafa verið ötulir í að efla tengingu milli bænda og samfélagsins. Þau bjóða reglulega upp á heimsóknir fyrir skóla, fjölskyldur og ferðamenn, þar sem gestir geta fræðst búskap, matvælaframleiðslu og íslenska náttúru. Gæludýragarðurinn á bænum vinsæll meðal barna og fullorðinna, þar sem gestir fá tækifæri til að komast í návígi við íslensk húsdýr og kynnast fyrirmyndra búrekstri. Framlag Brúnastaða til íslensks landbúnaðar fjölþætt og áhrifamikið. Þau hafa ekki aðeins aukið fjölbreytni í matvælaframleiðslu, heldur einnig verið fyrirmynd í umhverfisstefnu, samfélagslegri ábyrgð og nýsköpun. Og með sterkri framtíðarsýn stefna þau á að halda áfram að þróa starfsemi sína í átt að sjálfbærni og hringrásarhagkerfi með áherslu á að tengja landbúnað, matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu á einstakan hátt. Bændurnir á Brúnastöðum því verðugir handhafar landbúnaðarverðlauna atvinnuvegaráðuneytisins fyrir árið 2025. Og ég óska Stefaníu, Hjördísi og Jóhannesi kærlega til hamingju með þökkum fyrir allt ykkar góða starf. Verðlaunagripurinn sem ber heitið Biðukolla sérhannaður fyrir landbúnaðarverðlaunin og kemur úr smiðju Matthíasar Rúnars Sigurðssonar myndhöggvara. Biðukollan táknmynd hringrásarinnar sem undirstaða sjálfbærs landbúnaðar. Eftir að hafa blómstrað af sumri dreifir biðukollan fræjum sínum víðan völl með vindinum og fræin þannig vísbending þá möguleika og tækifæri til vaxtar sem framtíðin ber í skauti sér. Að ræða fallegan grip, hann 24 cm hár úr bronsi, ekki það þungur að það sé ekki hægt að halda honum. En það því miður verið að leggja lokahönd á smiðjuna í Póllandi og ekki hægt að afhenda gripinn hér í dag. Hins vegar við með mynd hér í ramma sem á að gefa vísbendingu hve fallegur gripurinn Og ég verð að viðurkenna að þó mér þykir leiðilegt að geta ekki afhent gripinn sjálfan, þá ég svolítið glöð yfir því að geta þannig fengið tækifæri til að koma sjálf biðukollunum til skila þegar hún kemur til landsins og sjá þessa blómlegu starfsemi sem á Brúnastöðum og grunnur þeirra verðlauna sem við veitum hér. Þannig að mig langar að biðja Stefaníu, Hjördísi og Jóhannes að koma hingað upp og veita myndinni, móttöku og verðlaunum. Forseti Íslands, atvinnumálaráðherra og góðir búnaðarþingsgestir. Það mér og okkur mikill heiður að taka þessum verðlaunum og eitthvað meira en við áttum von á. Og ég þakka kærlega fyrir það. En fyrst og fremst vil ég persónulega þakka henni Hjördísi konu minni. Því að fyrir 30 árum þegar við vorum að draga okkur saman, þá var það ekkert sjálfgefið að mér tækist að draga hana norður í Fljót.
á mörkum hins byggilega heims sem svo oft talað um. Hún var nýkomin úr námi og starfi erlendis, búin að búa erlendis í mörg ár og var alls ekkert á leiðinni að gerast bóndi einhvers staðar út í sveit. Þannig að ég var mjög svona, ekki mjög bjartsýnn á þetta tækist. En það tók mig 5 ár að sannfæra að flytja með mér í Brúnastaði og síðan eru liðin 25 ár og við erum búin að brasa ýmislegt og dottið ýmislegt í hug. Og það sem ég hef reynur persónulega lært af þessari vegferð í fyrsta lagi og bara þetta svona kannski svona til þeirra sem vilja vera bændur, þar sem þið setjið ykkur niður, ekki horfa á takmarkirnar á svæðinu. Horfið á kostina og hvað eru tækifærin og vinnið í þeim út frá ykkar eigin hugsun og sjónarmiði og spilið með því. Í öðru lagi, hlustið ekki á úrtölurættir. Gerið það sem ykkur langar til að gera og látið bara vaða. Sumt gengur upp, annað ekki. Og í þriðja lagi að þetta kostar allt saman vinnu og þetta gerist ekkert af sjálfum sér og það gerir engin hlutina fyrir ykkur. Og þið gerir bara það sem þarf að gera, hafa ástríðu fyrir hlutunum og gerið þá vel og þá ganga hlutina upp. Því að þið langar til að búa einhvers staðar og gera, þá finnur alltaf leiðir til að spjara þig og koma fjölskyldunni frambúða. En ég vil gefa bara Hjördísi konu mín orðið, hún miklu betur málefæri en ég, gjör svo vel. Takk fyrir. Takk Jóhannes fyrir falleg orð en forseti Íslands og ágætu gestir. Ég vil fyrir hönd okkar hjónanna þakka þennan mikla heiður sem okkur sýndur hér í dag. Við erum afar þakklátt. Foreldrar mínir, Kristín Ólafsdóttir og Leifur Þórarinsson, bændur í Keldudal í Skagafirði, þau voru einn af þeim fyrstu til að veita slíkum verðlaunum móttöku og ég man hvað þau voru stolt af því og hversu mikil viðurkenning það á störfum bóndans að fá þessi verðlaun. Við erum búin að búa á Brúnastöðum eins og Jóhannes sagði síðan árið 2000. Jörðin staðsett yst á Tröllaskaga í miklum fjallasal. Þó það sé fagurt svæðið krefjandi landbúnaðarlega séð og við höfum sannarlega þurft að takast á við alls konar veðurfarslegar áskoranir þessi ár í búskapnum og þurft sífellt að vera viðbúin ýmiss konar uppákomum hjá veðurgufunum. Svo vægt sé til orða tekið. Þá dugar bara sigla og úthald. Og sem betur fer hefur okkur auðnast ásamt börnunum okkar að byggja upp jörðina og búskapinn á sem sjálfbarastan hátt. Við höfum ætíð haft í huga að skila jörðinni í mun betra ástandi heldur en við tókum við henni. Við höfum einnig reynt að hafa það sem markmið að hugsa út fyrir boxið, að nýta þau tækifæri sem við sjáum í nær umhverfi okkar og gera úr þeim skemmtileg verkefni. Við erum þakklát fyrir þann stuðning og áhuga sem verður æ meiri með slíkum verkefnum. Við vonum að sjálfsögðu að stjórnvöldum beri svo gæfa að standa vörð íslenska landbúnað og þeirri nýsköpun sem þar á sér stað alla framtíð. Takk. Já, ég vil byrja að því að óska ykkur innilega til hamingju með landbúnaðarverðlaunin. Þið eru sannarlega vel að þeim komin og þið eru okkur öllum hinum sannarlega innblástur inn í framtíðina. Til hamingju. En nú vindum við kvæðið okkar eilítið í kross og ætlum að fagna því að það eru 30 ár síðan að bændasamtökin eignuðust Bændablaðið og ég held að ég fái þá bara hérna sérlegan tæknimann minn, Hilmar, til þess að koma og smella þessu í gang. Takk fyrir. Byrja á þessu. Ég get svo hjálpað þér ef það er. Herðu, Trausti, ertu til í að græja? Hérna kemur það.
Jæja vinur, vissir þú að það er búið að gefa út Bændablaðið 676 sinnum á 30 árum? Það er cirka 35.000 blaðsíður af fróðlegu efni. Kjærmanlegt. Vistu meira? Bændablaðið er ótrúlega skemmtilegt samansafn af fréttum og ítarlegum fréttaskýringum, mannlegum viðtölum og fagumfjöllun. Ég er að fjalla heilsu manna, heilsu dýra og vistkerfa, loftslagsbreytingar, orkumál, veiðar. Við hjá Bændablaðinu, við tökum viðtöl við bændur út allt land og fólk sem er tengt landbúnaðinu og svo sé ég að pröfukeyra alls konar tæki og bíla. Bændablaðið sem slíkt er alveg ótrúlega mikilvægt og merkilegt gagn fyrir bændur, fyrir landbúnaðinn, það er í eigu bænda og okkar félagsmanna. Ég er í skemmtilegasta starfi í heimi. Ég sé samskipti við alla dýrmætu auglýsendur Bændablaðsins og þar með finnst mér skemmtilegasta efni í Bændablaðinu vera auglýsingarnar. Og ég hef skoðað Bændablaðið svona aðalega til að horfa á auglýsingarnar sem oft svolítið skondnar og skemmtilegar. Ja, við finnum fyrir því að Bændablaðið hefur góða tengingu við landsbyggðina og við höfum nýtt okkur það þegar við erum að auglýsa innlenda sjóði. Við viljum vera í góðu samtali við landsbyggðina og Bændablaðið hjálpar okkur þar. Bændablaðið er alveg frábært blað og skemmtilegt hvað maður fær oft mikil viðbrögð í greinum í því. Ég elska að lesa Bændablaðið til þess að vita hvað er í gangi í bændasamfélaginu í dag. Bændablaðið er bara mikið virði fyrir mig og ég les það alveg upp til agna, hvern skipti. Bændablaðið er mikilvægt ungum bændum vegna þess að allt sem að framtíðin ber í skauti sér, tækninýjungar eða pólitíski straumar, það lestu fyrstum í blaðinu. Ég var forsíðustúlka Bændablaðsins, 4 ára gömul og hef lesið síðan þá. Besta blaðið, Bændablaðið. Eina blaðið sem hann er að lesa alveg frá upphafi til enda. Bændablaðið gerir ekki leik sínum að nota bréfskrúfu til að bera út blaðið. En félagsmenn bændasamtakanna fá blaðið sendt heim að dyrum og á yfir 300 dreifingarstöðum má nálgast blaðið ókeypis þar sem að margir eru orðnir ansi hændir því. Rekstrarumhverfi fjölmiðla er krefjandi á Íslandi, það er ekkert nýtt í því. Bændasamtökin eru óhagnaðardrifin félagasamtök sem halda úti þessum mest lesna prentmiðli landsins. Við leggjum í talsverðan kostnað í að dreifa blaðinu, þannig að þetta er bara byggðamál að blaðið sé aðgengilegt allstaðar og þetta á erindi við almenning. Stuðningur hins opinbera við einkarekna fjölmiðla og eins og Bændablaðið hefur verið algjör lykilstærð í því að takast á við þennan hefur verið mikill og vaxandi undanfarin ár. Bændablaðið fjallar gjarnan vísindi og rannsóknir, ekki sé nú talað nýsköpun og tækniþróun. Og við höfum orðið vör við það að vísindasamfélagið á Íslandi, það tekur eftir okkar umfjöllun og þetta kemur bændum og landbúnaði til góða í þekkingu. Bændablaðið verður áfram blað bænda og landsbyggðarinnar. Það mun áfram leggja áherslu á vandaðan fréttaflutning, fréttaskýringar, viðtöl og það heldur áfram að miðla niðurstöðum rannsókna landbúnað og lifandi umræðu hvaðeina sem snertir atvinnugreinina. Fjöregg Bændablaðsins er þetta breiða traust sem að almenningur ber til okkar. Bændablaðið mest lesni prentmiðl landsins sem hefur verið með okkur síðustu 30 ár talar við fólkið í landinu, fólkið í landinu og til fólksins í landinu og það er það sem gerir þetta blað svo ótrúlega einstakt og sterkt. Það er alveg bara ótrúlega skemmtilegt að þetta sé mest lesni prentmiðl landsins. Kannski er það bara engin tilviljun.
Sæla komin. Þið finnið út úr þessu. Kærar þakkir. Þá langar mig þess að bjóða Loga Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, velkomin í ræðupúlt. Gjörðu svo vel, Logi. Forseti Íslands, kæru bændur og aðrir gestir, innilega til hamingju með daginn. Ég tel auðvitað rétt að við fögnum þessum tímamótum ærlega því að það er svo sannarlega ekki sjálfgefið að fjölmiðill nái jafn háum og virðulegum aldri og Bændablaðið, því miður. Ég gæti staðið hér og mælt blaðið í allan dag, ég gæti talað mikilvægi efnistakana sem hafa einkennt blaðið frá upphafi, upplýsingu og fræðslugildi blaðsins og að ógleymdum skemmtilegustu og kannski stundum kræfustu smáauglýsingunum. En ég þarf ekkert að eyða tíma í það því þekki blaðið og staðreyndirnar tala sínu máli. Bændablaðið er eins og kom fram hér í þessu kynningamyndbandi mest lesni prentmiðill landsins og hefur verið það 2 ár í röð. Og ekki nóg með það, heldur hlaut Guðrún Hulda Pálsdóttir tilnefningu til blaðamannaverðlaunanna á dögunum, þá fyrstu í sögu Bændablaðsins og ég er bara rétt að við klöppum fyrir Guðrúnu. Það er því ekki aðeins auðljóst að Bændablaðið skipar sérstakann sessi í hugun landsmanna eins og lesturinn ber með sér. Heldur er efnið sem birtist á síðum blaðsins líka bara mjög vandað og efnismikið. Bændablaðið hefur staðið af sér margar þrengingar undanfarinna 3 áratugi, þrengingar sem hafa bitnað hart á fjölmiðlum landsins, efnahagshrunið, COVID-faraldurinn og svo auðvitað alþjóðleg samkeppni vegna samfélagsmiðla sem að taka sífellt meira pláss. Og það er kannski einmitt þess vegna sem að dyggur aðdáendahópur blaðsins fagnar því að blaðið hefur lifað þetta af. Og það eru fáir fjölmiðlar sem sinna hlutverki sínu og sinna áhugamálum lesenda sinna jafn dyggilega og Bændablaðið. Í fyrsta tölublaði Bændablaðsins þá skrifaði Jón Helgason, formaður Búnaðarfélags Íslands, leiðara sem sagði að rökin fyrir útgáfu blaðsins væru hinnar miklu þjóðfélagsbreytingar sem hefðu orðið á árunum og undan. Og þetta eru auðvitað orð sem eiga jafnvel enn sterkar við í dag en þau gerðu þá. Og það er mikilvægt að það sé til miðill sem að miðlar upplýsingu til bænda með skömmum fyrirvara þannig að bændur geti betur áttað sig á því hver staðan er, eins og Jón sagði. Bændablaðinu var ekki síst ætlað að veita þessar gagnlegu upplýsingar landbúnaðinn og ég vitna í Jón. Með slíku kynningastarfi skapast auknir möguleikar að hafa áhrif á umræðinu landbúnað og gera hana jákvæðari fyrir landbúnaðinn. Slíkt er mjög mikilvægt til þess að gildi hans í samfélaginu njóti sannmælis. Og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að Jóni hafi orðið á ósk sinni og það verður ekki annað sagt en að íslenskur landbúnaður njóti gríðarlega mikils stuðnings hjá almenningi. Könnun bændasamtakana og samtaka fyrirtækja í landbúnaði í fyrra sýndi einmitt að 80% landsmanna vill að landbúnaðarvörur séu framleiddar innanlands fremur en að þær séu fluttar hingað til landsins. Og á tímum stríðsóróa og rofinna flutningaleiða eins og forseti kom svo ágætlega inn á, þá er þetta enn mikilvægara. Og þá er líka mikilvægt að hafa sem bakhjarl góðan miðil sem veitir gagnlegar upplýsingar landbúnaðinn eins og Jón Helgason komst á orði. Kæru gestir, ég sem fjölmiðlaráðherra, ég ætla að leggja mitt að mörkum svo að fjölmiðlar eins og Bændablaðið
sem að auðga umræðuna og fræða landsmönnum landsins gagns og nauðsynjar fái þrifist að minnstakosti í 30 ári viðbót. Og ég vil óska nýjum ritstjóra, fráfarandi ritstjóra, öllum velurunum Bændablaðsins innilega til hamingju. Takk fyrir mig og áfram Bændablaðið. Kærar þakkir fyrir þetta, Logi. Góð brýning og hvatning til okkar að halda áfram einmitt á þessari braut með lifandi umræðu íslenska landbúnað, íslenska bændur og mannlíf í Bændablaðinu. En þá það hún Guðrún okkar Hulda Pálsdóttir, fráfarandi ritstjóri Bændablaðsins. Gjörðu svo vel. Glærur. Já. Svona. Hæstvirtur forseti, háttvirtir ráðherrar, þingmenn, kæru bændur, elsku samstarfsfólk og góðir samkomugestir. Það mér heiður og ánægja að standa hér í dag á þessum merku tímamótum og tala mikilvægasta fjölmiðil íslenskra bænda. En í dag fögnum við 30 ára útgáfu afmæli Bændablaðsins. Þetta einnig sérstakur dagur fyrir mig persónulega þar sem ég kveð í dag starf mitt sem ritstjóri blaðsins. Síðustu áratugi hefur blaðið verið ómissandi hluti af íslensku samfélagi, ekki aðeins fyrir bændur, heldur fyrir þjóðina alla. Bændablaðið hefur gegnum tíðina verið vettvangur fyrir málefni landbúnaðar en einnig eins konar spegill samfélagsins. Þar hafa raddir bænda fengið að heyrast og þar hefur til að mynda verið fjallað framfarir og áskoranir og nýjungar í matvælaframleiðslu, auðlindamál, byggðaþróun og önnur óteljandi málefni sem varða bæði sveit og borg. Bændablaðið hófst sem kynningablað fyrir íslenska landbúnað og bændur og varð fljótlega öflugur vettvangur þar sem hagsmunamál bænda og landsbyggðar voru í forgrunni. Blaðið hefur vaxið og dafnað með íslensku samfélagi og þróast í takt við tíðaranda og tækniframfarir. Á síðustu árum hefur blaðið orðið að málsmetandi fréttamiðli sem birtir vandaðar fréttir, fréttaskýringar, jafnt sem mannlífsviðtöl, niðurstöður rannsókna landbúnað og lifandi umræðu hvað eina sem snertir atvinnugreinina. Saga blaðsins hófst á þessum vettvangi á Búnaðarþingi í mars árið 1995 þegar nýstofnuð Bændasamtök Ísland gaf út fyrsta tölublaðið, en saga Bændablaðsins nær þó lengra aftur. Því árin 1987 til 1994 var blað með sama nafni gefið út af nokkrum bændasonum og var það hinn líflegasti miðill eins og við fjöllum nánar í sérstökum hátíðarkálfi í nýjasta tölublaði Bændablaðsins. Hér í salnum eru einmitt tveir af stofnendum þess blaðs og fyrrverandi ritstjórar, Bjarni Harðarson og Jón Danielsson. En sá síðar nefndi samdi sölu og heiti blaðsins til Bændasamtakanna sem síðan hófu útgáfu sína árið 1995. Bændablaðið hefur alla tíð verið í stöðugri þróun og lagað sig að nýjum tímum, bæði í efni og miðlun. Blaðið hefur ávallt notið krafta einstaklinga sem hafa unnið af ástríðu og metnaði fyrir miðlunum. Að Bændablaðinu hafa komið tugir einstaklingar, blaðamenn, auglýsingastjórar, hönnuðir, en einnig ýmsir fagmenn, vísindamenn, álitsgjafar sem öll hafa haft áhrif á fjölmiðli. Áskell Þórisson stýrði blaðinu frá 1995 til 2006 og lýsir hann í fyrrnefndum hátíðarkálfi fyrstu árum útgáfunar á tímum þar sem prentmiðlar voru allt annars eðlis en þeir eru í dag. Hann lagði grunninn að faglegri og öflugri umfjöllun íslenska landbúnað og var óþreytandi í að efla blaðið sem vettvang fyrir umræðu bænda. Á þessum tíma mótaðist Bændablaðið sem málsvari landbúnaðarins og markaði sér hlutverk í íslensku fjölmiðlalandslagi. Áskell einmitt með okkur hér í dag.
Blaðið óx hratt og útbreiðslan tvöfaldaðist á þeim tíma sem Þröstur Haraldsson var ritstjóri á árunum 2006 til 2010 sem voru ansi róstursamir tímar í íslensku samfélagi. Undir hans stjórn var umfjöllunarefni blaðsins víkkað út og þannig að það höfðaði til enn breiðari lesendahóps. Jafnframt urðu til mikilvægir stafrænir innviðir með stofnun vefmiðilsins bbl.is sem opnaði nýja leiðir til miðlunar á efni Bændablaðsins. Er ekki Þröstur í salnum líka? Nei, jæja, ég hafði myndi ekki séð það. En svo undir stjórn Harðar Kristjánssonar sem tók við árið 2011 eldist blaðið enn frekar og varð útbreiddasta blað landsins. Þegar Bændablaðið tók fyrst þátt í lestrarmælingum mældist það mest lesni prentmiðill landsbyggðarinnar og hefur haldið þeirri stöðu síðan þá. Hörður lagði áherslu á að auka dreifingu blaðsins og tryggja að það næði sem víðustum lesendahóp bæði innan landbúnaðarins og utan sem skilaði sér í auknum lestri og sterkari stöðu blaðsins. Hörður er erlendis og er því ekki með okkur í dag. Núna stendur Anda. Já, sjáðu. Jó, Hjördís maður. Á sama tíma og prentmiðlar hafa víða átt undir högg að sækja, hefur Bændablaðið haldið áfram að vaxa og eflast. Því árið 2023 reyndist Bændablaðið mest lesni prentmiðill landsins og í fyrsta sinn í fyrra reyndist það einnig mest lesna blaðið á höfuðborgarsvæðinu. Fjölgun lesenda, sterkt vörumerki og vaxandi auglýsingatekjur eru skýrt merki að blaðið gegnir lykilhlutverki í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Lestur á vefsíðu blaðsins hefur þrefaldast á 3 árum og yngri lesendur hafa aldrei verið fleiri. En hver er galdurinn á bak við þennan árangur? Fyrst og fremst eru það traustir lesendur sem telja blaðið mikilvægt og nauðsynlegt í sinni upplýsingaöflun. Í öðru lagi er það starfsfólk blaðsins sem hefur unnið hörðum höndum að því að gera hvert tölublað metnaðarfullt og innihaldsríkt. Það eru margir sem hafa lagt sitt á mörkum til að móta og styrkja Bændablaðið gegnum tíðina. Eiríkur Helgason starfaði til dæmis sem auglýsingastjóri í 18 ár og átti stóran þátt í að tryggja rekstrargrundvöll blaðsins. Tjörfi Bjarnason starfaði hjá Bændasamtökunum í 19 ár og réði mig sjálf til starfa sínum tíma. Hann hafði mikið áhrif á þróunarvöxt blaðsins. Hann er hérna líka. Þá hafa einstaklingar eins og Erna Bjarnadóttir, hún er nú þann líka. Hún hefur lagt til efni í blaðið frá upphafi. Hér er til dæmis dæmi þetta er annað tölublaðið og svo númer 676. Og svo Snorri Sigurðsson sem er ennþá dag í dag að skrifa greinar í hvert einasta tölublað. Allt eru þetta einstaklingar sem hafa sett sitt mark á Bændablaðið átt sinn þátt í að gera það að þeim öfluga miðli sem það er í dag. Og þú veist, ég er örugglega að gleyma einhverjum því sannleikurinn sá að ótal margir hafa lagt hönd á plóg og gert Bændablaðið að því sem það er í dag. Það er erfitt að velja úr en ég vil þakka öllum sem hafa starfað við blaðið eða lagt til lið á einn eða annan hátt í gegnum árin. Þetta hefur ávallt verið samstarfsverkefni og Bændablaðið væri ekki það sama án þeirra sem hafa lagt sig fram við að miðla fræðslu, fréttum og umræðu til íslenskra bænda og landsmanna. En í dag starfa 7 einstaklingar við blaðið allan ársins hring og þar að auki koma 20 einstaklingar að hverju útgáfu. Þessi hana, litli en öflugi hópur leggur sig fram að tryggja að blaðið sé faglegt, fræðandi og skemmtilegt í senn. Við höfum líka þróað nýja leiðir til að tengjast lesendum okkar. Á samfélagsmiðlum hefur Bændablaðið fengið bændur sjálfa til að gefa innsýn í sín daglegu störf og hefur það hlotið góðan hljómgrunn. Þetta teljum við að styrki tengsl lesenda við landbúnaðinn og geri hann sýnilegri fyrir enn fleiri hópa. Undanfarið höfum við einnig fagnað jákvæðum viðurkenningum fyrir góð störf. Á síðasta ári var forsíðumynd Sigurðar Más Harðarssonar valin ein af bestu fréttaljósmyndum ársins og í ár var mynd Ástvaldar Lárussonar einnig valin til slíkrar tilnefningar. Þá eins og hefur komið fram þá hlaut ég sjálf tilnefningu til blaðamannaverðlauna í flokknum umfjöllun ársins og er það í fyrsta sinn sem slík tilnefning ratar til Bændablaðsins. Þetta eru allt viðurkenningar á þeirri ötulu vinnu sem starfsfólk blaðsins leggur í hverri einustu útgáfu. Bændablaðið hefur ekki aðeins verið upplýsingamiðill fyrir bændur, heldur líka haft afgerandi áhrif á orðræðu mikilvæg málefni í samfélaginu. Og mig langar taka eitt dæmi, því að þegar litið er umfjöllun fjölmiðla fæðuöryggi,
undanfarið ár þá sést að Bændablaðið hefur verið leiðandi í þeirri umræðu. Þetta sést vel á vettvangi eins og tímarit.is þar sem blaðið er í fararbroddi þegar kemur að greiningu og fréttaflutningi þetta grundvallarmál. Við sjáum að við hefum nefnt þetta 776 sinnum og næst Morgunblaðið með 270 sinnum. Þannig að já, þetta er bara svona dæmi hvernig fjölmiðlar geta haft áhrif og móta samfélagslega umræðu og sýnir hversu mikilvægt að halda úti sjálfstæðum og öflugum fjölmiðlum. Bændablaðið hefur í 30 ár verið mikilvægur fjölmiðl fyrir íslenskan landbúnað og mun vonandi halda áfram á sömu braut ókomna tíð. Það er vettvangur þar sem upplýsingar flæða, þar sem bændur og landsbyggðarfólk fær rödd og þar sem þjóðin öll getur fylgst með þróun og nýjungum í greininni. Að lokum vil ég þakka Bændasamtökum Íslands og bændum fyrir traustið sem mér hefur verið sýnt í störfum mínum sem ritstjóri. Ég er ekki alveg búinn, sko. En mest af öllu vil ég þakka mínu einstaka samstarfsfólki á Bændablaðinu. Við höfum unnið saman í blíðu og stríðu og deilt gleði og sorgum og á þessum árum hafið þið orðið með sem fjölskylda. Það er fátt dýrmætara en að starfa með fólki sem maður ber virðingu fyrir og sem maður getur hlegið með jafnvel á prentum þegar allt er á suðupunkti. Það hefur verið mér sönn ánægja að vinna með ykkur og fyrir ykkur og ég veit að framtíð Bændablaðsins er í höndum öflugra, dugmikilla og hugmyndaríkra einstaklinga. Tresti Helgasyni óska ég velfarnaðar í nýju starfi ritstjóra og ég óska ykkur áframhaldandi velgengni í störfum ykkar og vona að Bændablaðið haldi áfram að blómstra, vaxa og vera sterk rödd bænda til framtíðar. Takk fyrir mig. Komið þið sæl. Ég heiti Þröstur Helgason og sem ég sá sem tekur við Guðrúnu núna sem ritstjóri og ég tek sannarlega við góðu búi. Blaðið hefur einfaldlega aldrei staðið jafn sterkt og einmitt núna og mér langar til þess að biðja ykkur að einmitt að gefa henni glymjandi klapp núna þegar ég afhendir þessi blóm. Takk fyrir fyrir. Jæja, kæra þakkir Guðrún Hulda fyrir allt þitt ómetanlega starf. Kæra þakkir til ykkar allra sem í gegnum tíðina hafi komið að þessari uppbyggingu að byggja upp þetta myndarlega, mikils virta blað Bændablaðið. Ég vil óska okkur öllum til hamingju með Bændablaðið, eignarhald okkar á Bændablaðinu til 3 áratuga. En nú er komið að því sem ég veit öll búin að vera að bíða eftir, við ætlum bara að fá okkur að borða og svo hefst fundur í búnaðarþingi að mati loknum. Verður ykkur að góðu, maturinn er borinn á borð og svo er eftirréttur hérna frammi. Takk fyrir komuna þeir sem hafa komið.